Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Í dag hafa staðið yfir útskriftar tónleikar hjá nemendum menntaskóla í tónlist og munu tónleikar hæfileikaríkra nemenda sem stundað hafa nám við skólan síðustu ár. Tónleikar munu standa yfir allt fram á laugardag að ég hygg og í Hörpu, Sölum, Kaldalóni og Norðurljósi og ef mínar upplýsingar eru réttar þá eru hátt í 40 nemendur, tónlistarnemendur að klára glæsilegan áfanga frá þessum skóla og ég er búinn að fylla stúdíóið af ungum tónlistarnemum og einum kennara. Verið velkomin öll. Birna Hallgrímsdóttir, þú ert píanókennari við menntaskóli í tónlist, vertu velkomin. Takk hérlega. Og svo ég telji ykkur nú öll upp. Þú ert Theodóra Sæmundsdóttir, rytmísk söngkona, ekki satt? Já, vertu velkomin. Takk fyrir. Svo er það Freyja Sigríðardóttir, básunuleikari. Já, takk fyrir. Vertu velkomin. Takk. Þú ert félagsmálatröllið fyrir formaður nemendaráðs og ég veit ekki hvað og hvað. Já, það er ég. Og Ásgeir Helgi Ásgeirsson, gítarleikari. Já. Þú ert einnig í rytmískri deild. Já. Er það ekki? Ég er það, já. Þannig að við tveir kallarnir innan þrjár konur og þú eru að tala aðeins meira en það. Sko, bara innilega til hamingju, krakkar, með þetta stóra skref sem framundan er. Ég er alveg viss að þið hafið teiknað upp í huganum þessi tímamót og verið með í maganum og oft séð þetta fyrir ykkur. Er það ekki rétt, Jónas? Jú, þetta er bara svona tilhlökkun og líka stress og eitthvað svona alls konar tilfinningar í kringum þetta. Þetta er svona. Já, ég trúi því. Eru þið öll búin að vera viðlóðandi tónlist í mjög mörg ár? Voruð þið öll ung þegar þið hófuleik? Já, ég byrjaði á píanó þegar ég var í 3. bekk. Já. En skipti síðan ég söng í menntaskólanum í tónlist. Já. Þegar maður er í 3. bekk þá er maður svona 8 ára, 8-9. Já, ég held að ég var 7 ára. 7-8. Já, 7. Já, eitthvað. Einmitt. Og byrjar svo sem píanónemandi og fer svo að syngja. Já. Og söngdeildin í skólanum, hún hefur hentað þér vel. Mjög vel. Já. Allt frábæri kennarar og skemmtilegt andrúmsloft og svona. Er það ekki? Jú. Ertu búin að hafa marga kennara? Nei, ég er bara búin að hafa einn kennara. Hún er Rebekku Blöndal allan tíman og hún er best, sko. Hún er bara best? Já. Hún hefur hentað þér fullkomlega. Mjög vel, já. Og þegar maður hérna er í námi eins og þú, er þetta sko bæði mjög mikið bóklegt, verklegt, er þetta samsöngur eða hvernig byggist námið upp? Sko, þetta er sumt verklegt, þú veist, svona eins og allt svona upptökustjórn og raftónlist og svona, en síðan er söngnámið rosa mikið bara, þú veist, engatímar í söng og síðan eru líka með hóptíma sem að Guðlaug Ólafsdóttir hérna kennir og það er bara líka geggjaðir tímar. Þá lærum við að koma fram sem söngvarar og við syngjum fyrir framann hvort annað og það er rosalega mikið sem lærum frá því. Þetta er, ég byrjaði mjög stressuð eitthvað að reyna að syngja fyrir þau en núna er ég miklu öruggari í minni sviðsframkomu. Já. Og af því að þú ert í rytmískri deild þá er enginn að spyrja þig hvort þú sért mezzo eða sopran? Nei. Nefnum bara þeir í bakgrunni stundum en þá er það bara svona neðstarödd eða eitthvað svoleiðis. Meira. Dreymir þig tónlistarferil? Já, 100%. Ok. Ertu búin að velta fyrir þig næstu skrifan? Ég er að fara í loka apríl í stúdíó og taka upp eitt lag. Já. Og það kemur vonandi út bráðum. Já. Þannig það er svona mín næstu skref. Já. Þannig kannski næst þegar þú kemur í spjallinga á samstöðuna þá vita allir hver þú ert. Vonandi. Það væri gaman. Það væri nefnilega gaman. Það er nú svolítið það sem maður þarf að tikka fyrir að maður verði ekki svo eini í veröldinni sem að veit að maður sé listamaður. Heyrðu, en hérna, takk fyrir þetta. Þá er það Freyja, Já. básunuleikarinn. Já.
Básúna náttúrulega dálítið mikið hljóðfæri. Það það, já, umfara mikið og svona, já, það svolítið basl í kringum að vera með svona stórt hljóðfæri, en já. Basl í kringum básúna. Já, mér finnst það. Já. Hvað varstu búin að þreifa eitthvað fyrir þér áðan og enda þar á básúnum? Sko, nei. Mér langaði fyrst að læra á óbó þegar ég var lítil. En þá einhvern veginn, það var bara ekki í boði. Það var bara annarkvort trompet eða básuna og ég ákvaði að velja básuna og því að hún var stærri og það var eiginlega hugsunin mín bak við það. En ég hef elskað að spila á þetta hljóðfæri og hendar mér mjög vel og já, mjög sátt með þessa ákvörðin sem ég gerði þegar ég var 7 ára eða eitthvað. 7 ára? Já, ég byrjaði 7. En getur þú skýrt aðeins betur hvað áttu við þegar þú segir að það hefur bara verið val á milli þess að læra á trompet eða básunu? Það var bara það sem að mér var boðið í skólaþjónustunni sem að bara kennarinn sem að ég gat farið til var annarkvort að kenna trompet eða básunu. Og í hvaða skóla varstu? Ég var í Fossvogsskóla og Réttarholtsskóla og læriði hjá skólahljómsveit Austurbæjar. Já. Þannig að þín leið inn í músíkina, hún fyrst með öðrum í hóp? Já. Ég fekk enga tíma og í fyrsta árið, síðan færi maður að fara í hljómsveitina og svona. Já. Ég var þar alveg í 10 ári eða eitthvað. Já, akkurat. Hefur til dæmis fylgst með hljómsveit Vesturbæjar? Já. Og Kópavogs líka, skólaust Kópavogs, þeir eru mjög flott og já, bara. Það svolítið stemning núna í þessu, er það ekki? Já, mér finnst það. Já, mér finnst það líka. Einmitt. Alltaf svona. Og ertu búin að sjá fyrir þér þessa útskriftarstund? Já. Þetta var svona að byrja eiginlega fyrir svona 1 ári þegar að góð vinkonu mín var að útskrifast. Þá var ég svona, það er bara ár í að ég sé að taka framhaldspróf og að halda útskriftartónleika. Það var svona, ég einhvern veginn hugsaði þetta sem rosa stórt fyrirbæri. Já. En síðan svona einhvern veginn þegar ég er að skipuleggja þá finnst mér þetta miklu náttúrulegra en ég hélt. Þetta einhvern veginn bara svona smellir saman og bara gerist. Já. En þetta er margra ára aðdragandi að efnisskráni ykkar? Nei. Það fer mér bara svona yfir hvað maður lærði yfir árin held ég. Já. Þurfum við að sýna breytt á svona útskriftartónleikum? Ekki rikki. Hjálpar, eða svona, það er mælt með því af kennurum áttast, en annars... Maður vill alltaf hafa skemmtilega tónleika og svona sýna hvað maður hefur lært í svona skóla. En þetta er alveg persónubundið, hvað þér finnst flott og hvað þér langar að sýna og þau eru mjög opin fyrir öllu sem að þið langar að gera. Ef að þið langar að vera með einhver önnur atriði sem er ekki, þú veist, bara út frá þínum aðal hljóðfæri, þá er það bara í fínasta lagi. Nú, Frey er á leiðinni, segi ég, Theodóra er á leiðinni í stúdíó. Sérð þú fyrir þér framhald á þínu tónlistanámi? Já, ég veit ekki alveg, mér langar að fara út í nám. Ekki alveg strax samt. Ég ætla að bíða kannski ár og sækja svo Ég var með í ungsveitinni, var að fá að vita bara í morgun að ég verð að spila fyrstu básunni í Sjöherrasat í haust, sem er mjög spennandi. Vá, já. Það er geggjað. Til hamingju með það. Takk. Þannig að í þínum huga það ertu bara kannski rétt að byrja? Já, klárlega. Ég er bara leita kennurum sem að ég hef áhuga að læra hjá og skoða skóla og einhvern veginn. Þetta er svona mjög opið núna, einhvern veginn. Ég er í kór líka, þannig það er svona það sem ég er að gera, verða að gera núna í allavega ár. Allt þitt líf snýst tónlist? Eiginlega, það er eiginlega bara einhvern veginn allt sem ég geri. Já. Og þú veist, allir vinir mínir eru tónlistamenn og þetta er bara svona, svolítið grunnurinn í lífinu hjá mér er tónlist og mér finnst það frábært. Getur verið grunnur að góðu lífi, ekki satt? Skemmtilegu lífi. Mjög. Já, Heyrðu, Ásgeir Helgi Ásgeirsson, gítarleikari. Já.
hver þinn ferill? Varstu ungur þegar þú hófst náma á gítar? Já, ég hef alltaf haft áhuga á tónlist og fjölskylda mín hefur alltaf já, ég fekk mikið að svona meðmælum frá foreldrum mínum eða svona þau leiði mér að heyra fullt og þau mótuðu svona minn smekk frá mjög ungum aldri. Já. Svo byrjaði ég að læra á píanó í svona cirka 3. bekk svona, og svo skipti ég gítar þegar ég var 12 ára og þá var það aðeins mér aðalhljóðfæri en ég hef alltaf verið með píanó sem svona aukahljóðfæri. Og svo byrjaði ég líka að semja í kringum þann tíma og gefa út og svona. Þannig, já, það hefur alltaf verið bara svona það sem ég hef aðalega áhuga á í bara lífinu mínu. Já. Ertu búin að semja alveg hellingalög? Ég gefi út 3 plötur og með fullt á leiðinni líka, vonandi allavega. Þannig að, já, það eiginlega bara eina sem ég geri. Nú, frábært. Já. Og sérðu fyrir þér frekar að nám eða líður núna eins og þú ætli bara að búa til músík? Sko, ég að stefna á að fara í Jaklá núna í haust. En svo hef ég líka plötunar og útgáfur alltaf til hliðar bara eða allavega stefna á því. Ég plana að gefa út eitthvað í sumar en annars er ég að miða við Jaklá og svo sé ég rauninni bara til hvort ég vil halda áfram í einhvers konar námi eða hvort að ég reyna að stefna á bara atvinnu í þessu. Já, einmitt. Finnst ykkur, svo ég spyrir á svona áður en ég fer aðeins að spjalla á hennar Birnu ykkur og skólan, finnst ykkur létt eða stór ákvörðun að ákveða að verða listafólk? Sko, þetta er stór spurning. Þetta er svona létt, þetta er bara svona svo náttúrulegt fyrir mann eitthvað og ég einhvern veginn hef þau lögmál í lífinu að gera það sem að mér skaman og að njóta þess að ég kjósi mér eða velja mér vinnu sem að mér mér líða vel í og eitthvað sem að færi mér eitthvað gleði í staðan fyrir bara eitthvað sem að borga reikningana. Þannig Já, það hræði mig samt smá að fara í þetta sko því að maður veit ekkert hvað mun gerast og hvort ég verð heppin eða ekki. En maður verður að reyna. Maður þarf að vera bjartsýnn sko. Ég allavega það verður að reyna og maður verður að vera bjartsýnn. Já, getur ekki alltaf verið svona stabíl ákvörðun svona fjárhagslega séð að vera bara atvinnu tónlistarmaður en maður þarf þá bara að vera skynsam með hver einasta ákvörðun sem maður tekur í framtíðinni, hvort það sé að hafa eitthvað til hliðar til að styðja sig eða vera eins og tónlistarkennari. Það mikið að kennurum í MIT eru atvinnu bara tónlistarmenn til hliðar, spila í stúdíum og sessionum og þannig og gefa út og alls konar og það er þá mjög upp á svona tryggingar og þannig þá er það mjög svona þægilegu staðir hef ég heyrstaklega þannig það er einmitt það sem ég hef áhuga á. Það er mjög mikið af möguleikum finnst mér allavega á Íslandi svona, sem að getur farið í eitthvað svona upptökur eða því líka eitthvað svona kenna, ég einhvern veginn hugsa ekki þetta sem eitthvað svona sem ekki, ég veit ekki. Ég get alveg tekið undir að þetta er bara mjög fjölbreytt starf. Maður getur gert ansi margt með þetta. Og það er alveg rétt hjá þér Ásgeir að kennarar í MIT eru flestir starfandi listamenn en starfa líka við kennslu og já, það er einhvern veginn alls konar í þessu sko. Það kemur óvart. Já, og mér finnst frábært þetta viðhorf sem kemur fram hjá þeim að maður bara verður maður hefur ekkert val, maður verður bara elta sína ástríðu og stökka áfram og svo kemur þetta bara í ljós, er það ekki? Jú. Var það þitt veganesti líka þegar þú ákvaðst að vera tónlistarmanneskja? Já, ég einhvern veginn bara byrjaði að læra á píanó 5 ára og hélt alltaf áfram og háskólanám í tónlist er bara alveg dásamlegt, það var ótrúlega skemmtilega ár þannig að þau eruði ansi mörg svona allt í einu bara og
og svo bara er ég mjög þakklátt fyrir þetta starf sem ég er í. Það er alveg ótrúlega gefandi og að vinna með þessum hæfileikaríku krökkum, þetta er náttúrulega bara rjóminn af íslenskum ungmennum, vil ég segja, sko. Það þannig alveg rosalega margt til þess að klára gráðu eins og þá sem að þið eruð að klára. Það þarf óbáslega mikið naga, það þarf bara skipulag, það þarf hæfileika. Þetta er ekkert grín. Og mikla þrautseigju. Þetta er oft, sko, það er lítið sem gerist kannski eftir 6 tíma æfingadagleikur, sko. Að gefast ekki upp. Já, og maður sér ekki árangurinn fyrir eftir kannski svolítið langan tíma, þannig að þetta er bara, þú veist. Það verða mjög sterkir einstaklingar sem fara í gegnum svona tónlistanám, sko. Ekki nú alveg lofaði því. Bara fyrir hvern listamann sem verður til, þá bara þakka ég fyrir. Ekki síst á sviði tónlistarinn. En hvernig gengur ykkur í skólanum að svona sinna skildum ykkar og kenna og undirbúa okkar besta fólki í músíkinni fyrir framtíðina? Íslandi til heilla? Já, bara alveg ótrúlega vel, myndi ég segja. Já. Þetta er mjög metnaðarfullt starf sem er unnið í skólanum. Já. Og auðvitað er eins og útskriftarhátíðin núna sem er að fara af stað, svona hápunktur í skólastarfinu, en það er samt margir aðrir hápunktar og krakkarnir fá mikla reynslu hjá okkur. Við erum með okkar eigin sinfóníuhljómsveit og þau taka þátt í ungsveitinni. Það er mikið kammimúsík í gangi. Við erum svona farin að fara aðeins meira í svona Erasmus-verkefni, þú veist, það er svona aðeins byrjað að vera hjá okkur og þú veist, þannig að erlend samstarfsverkefni. Og kannski eru þau betri krakkarnir að segja þér frá verkefnum í rytmísku deildinni, en það er ýmislegt eins og Söngunubúðir. Já, og þeir eru með svona stóra tónleika og svona þematónleika með Já, það er alltaf svona söngtónleikar á hverju önn og alltaf valið einn artista og allir syngja með því og núna var Ellie og Villa sjó og stórsveitin var með og það var alveg rosa skemmtilegt. Það er mjög gaman. Og það er einmitt stór sveit líka. Og svo hefur verið svona stór lúðrasveit, er það ekki? Jú, sem var bara að byrja núna í... Þú mátt kannski segja pínu frá því, það er líka svolítið skemmtilegt. Ég reynda var ekki síðustu en ég var að byrja núna. Núna er Össur Geirsson með svona, kallar þetta blásarasveit, sem er bara svona eins og lúðrasveit nema, þetta er lúðrasveit, en þetta er bara fyrir menntaskóla og þetta er bara allir sem eru á menntaskóla aldrei í öllum sem hafa kannski útskrifast úr skólajónstum geta komið í þessa blásarasveit á vegum MIT og þetta er ótrúlega skemmtilegt tækifæri og svona mjög fallegt að sjá hvað einhvern veginn þetta virkar vel eða svona að sjá eitthvað sem manni fannst svo gaman en maður var kannski ekki alveg komið með hæfnina þá, en núna einhvern veginn getur maður bara að spila saman léttilega og það bara hljómar ógeðslega vel og bara ógeðslega gaman. Frábært. Hafið þið öll þrjú áður fengið tækifæri til að spila í Hörpu? Já. Já, í fyrra átti ég að spila á útskriftartónleikum sem fékk ég svona frá og voru svo í Rauðagerði eftir það, þannig að ég fékk tæknilega tækifærið. Já, þetta verður fyrsta skiptið fyrir mig. Já. Þetta er nú alls flott, er það ekki? Að geta búið upp á Hörpu. Þetta bara gæti ekki verið flottara held ég, sko. Og við, þetta er orðin svo margir útskriftartónleikar hjá okkur. Eins og þú kom fram áðan, þetta er 80-40 tónleikar. Og það var fyrir 3 árum að þetta var bara svolítið svona sprungið og viðburðirnir eru svo dreifðir í svo mörgum sölum og hugsaðum bara, heyrðu, nú búið við til hátíð og það hefur skapað rosalega mikla stemningu og ég veit bara aðdáun, bara þetta eru náttúrulega bestu mögulegu aðstæður bara á heimsmælikvarða sem krakkarnir fór spili. Og og þú veist, það er þetta bara að hoppa á milli tónleika, við höfum svona oftast reynt að hafa þetta þannig að það séu heila tímanum kannski í öðrum salnum og þannig getur rauninni tæknilega mætt á alla tónleika en það var aðeins flóknar í dag vegna þess að við erum bara með 3 daga og tónleikandir eru það margir að það verður ekki hægt fyrir alveg alla en næstu því. Nei, sko þegar þetta kemur út, þetta spjallugar, það er sendt út sem sagt á 15. Þannig að á morgun, það er eftir þessast 2 dagar af þessu tónleikahaldi þegar þessi þáttur kemur út. Og ef fólk bara svona almenningur, ef almenning langar til þess að fara og kynnast
ykkur og öðrum listamönnum, ungu tónlistafólki, hvað gerir fólk? Það hægt að fara inn á bara VF Menntaskóli í tónlist, menton.is og við erum líka með Instagram síðu og Facebook síðu og það að sjá dagskrána og líka bara inn á Hörpu, það dagskráin, harpa.is og bara mæta og endilega, ég bara mæli innilega með. Frítt inn eða ekki? Það frítt inn og það reynsla mín undanfarin 2 ára, mér sé að starfsfólk Hörpu, þau eru bara undrandi yfir standardinum og hvað þessi krakkar eru flott, sko. Þannig að ég bara heilshugar mælt með að mæta tónleika. Já, þetta bara geggjað. Hafið þið spilað undir eða með vinum ykkar sem hafa útskrifast? Já, ég spilaði fyrra hjá vinum mínum. Já, ég spilaði á tónleikum hjá básúnuleikara sem var útskrifast á spilaði mér svona básúnu kvartett sem var mjög einstakt tækifæri, sérstaklega á Íslandi það sem er ekki mjög margir básúnuleikarar þannig við vorum akkurat 4 við vorum 3 og síðan var kennarinn með en þetta var ógeðslega gaman ég er að líka taka á mínum tónleikum básúnu kvartett Já, skemmtilegt Já, ég mitt spila í fyrra á tónleikum sem voru syngaðir og svo ég að spila hjá nokkrum öðrum líka þess helgi. Þannig að þið hafið aðeins upplifað þessa stóru stund í gegnum vini ykkar og margir að hjálpa öðrum og alls konar samspil og já, bara frábært. Ég held ég komist nú ekki, get ekki hvatt ykkur öðruvísin að spyrja ykkur út í ykkar eigin efnisskrá og svona hvort þið eigið einhver uppáhaldsverk í því sem þið munið flytja að við kannski byrjum á þér. Já, ég myndi segja frekar fjölbreytta dagskrá en uppáhaldið mitt líklegast ég að taka Óþú og ég fekk strengjakvartett til að spila með mér og saxofón og þverflautu fór frekar mikil vinna í að gera strengja ásendingar og svoleiðis en mér finnst það koma mjög vel út og ég er mjög spennt að spila. Hver samdi og þú? Magnús Eiríksson? Já. Ég er bara strax svona spenntur að heyra þetta. Hvað með þig? Já, ég er að taka eitt svona uppáhalds það er Scarborough Fair með í básúnu kvartetts útsetningu sem er gert frægt eftir Simon & Garfunkel en er samt enskt þjóðlag og það kemur mjög vel út og svona skemmtilegir hljómar og umstriðir og eitthvað svona mjög skemmtilegt og ég elska hvernig básúnur hljóma, sérstaklega saman 4 þannig þetta er svona mjög gaman og síðan er ég að taka Funeral March eftir Grieg með Málmblástursveit MIT sem er svona kammerhópur sem var smá svona á síðustu stundu sem ég ákvaði þetta en mér fannst þetta svo geggjað verk og svona mér vantaði mitt akkurat svona eitt verk viðbót þannig það verður eitthvað mjög cool. Ráðið þið sjálf hvernig þið stillið upp í hvaða tímaröðu það gerir kennari það með ykkur? Ég allavega bara gerði það sjálf og kannski baði álit frá kennara en það var svona mitt. Og getur lengt svona tónleika verið mjög mismunandi? Við höfum bara klukkutíma eða 55 mínútur. Það er nú hellingur. Það er mjög gott tækifæri að fá 55 mínútur í bestu sölum á landinu einhvern veginn og fá bara algjört svona creative val að gera það sem þú vilt og bara gera, Þvílík veisla. Hvað með þig? Ég verð með aðalega frumsamið bara í mínu og mér þykir þetta vænt öll þau lög. Svo tek ég líka það sem hljómar best með hljómsveitir örugglega er cover sem ég tek af Steely Dan-lagið Kid Charlemagne. Mjög svona funky og hljómar rosa vel og með bakrættari með Theodor í bakrættum. Ég mjög sátt með það og svo tekið lag sem heitir Jimmy House frumsamið sem er á Spotify og mér það koma ótrúlega vel út líka með henn á bæklum líka þannig að allt annað þakka þér Gaman að minnast á Steely Dan Donald Fagen var nú einu sinni
Einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum. Kannastu við plötuna The Nightfly? Nightfly, já. Hún ótrúlega góð. Hún rosaleg. Hún eldist alveg fyrst að vakla neitt annað í fyrra, sko. Já, það? Já, einmitt. Heyri, það ótrúlega gaman að fá ykkur í heimsókn og virkilega gaman að sjá þá framtíð sem að býr í ykkur. Ég veit ekki hvort það má segja gangi ykkur vel, en ég ætla bara að gera það. Gangi ykkur bara alveg super vel og það verður gaman að fylgjast með ykkur í framtíðinni. Takk. Og ég ætla að byrja því svona lokum, Brynja, bara svona að súmera upp af hverju við þurfum blómlegt listalíf og hvernig er verið að hlúa að því. Það ekki meiri pening og það sveitarstjórnarkosningar framöndan og það ekki meiri skilning og pening Jú, bara klálega, alltaf sko. Og það alltaf einhverjar svona afleitar, held ég, efnahags hvað segir maður, þú veist sem að koma af tónlistinu og listunum sko. Já, einmitt og við náttúrulega erum ótrúlega stolt af okkar fremsta fólki sem að koma úr okkar skóla. Víkingur Heiðar og Laufey Lín, náttúrulega stærstu nöfnin og margir aðrir. Einmitt. Og ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt að setja krafta og fjármagn í þetta. Svona gaman að segja frá því að það alveg svona 70% af okkar nemendum sem að fara áfram í tónlistanám. En við hefum gert kannanir í skólanum til að bara svona sjá hversu margir ætla að halda áfram eftir menntaskóla í tónlist og það hefur verið svona 70%. Og svo það eiginlega svona þessi hini krakkarnir sko sem að þessi 30% sem að halda ekki áfram, þau eru oft, ég veit til dæmis að ég er í mjög góðum höndum í framtíðina því að mjög margir nefndi mínir í læknisfræði. Þannig að það svolítið svona, þetta eru metnaðarfullir krakkar og sterkir námsmenn sem að eftir að ná langt í lífinu sko. Já, eins og við rætum að grunnurinn á bakviðinn árangur blóðsvit og tár. Já. Og gleði. Auðvitað mikil gleði, mikil skemmtun, en það þarf rosalega mikið að koma svona langt. Mjög mikla elju og mikla vinnu. Og seiglan, þrautseigjan og þetta. Ég myndi að gefast ekki upp. Þið eruð náttúrulega búin að sigra sjálf ykkur í rauninni, með ákveðnum hætti, sko. Og það er bara frábært hjá okkur og ég óska ykkur öllum bjartar framtíðar og ég ætla að reyna að sjá eitthvað af þessum tónleikum sem eru framöndan eftir í hvernig dagskráin sjáum hvað dagskráin leifir en hver og einn er velkominn á alla þessa tónleika og þetta er frá hefst þetta snemma á morgnan og er fram á kvöld eða hverju tíma? Þetta er fyrstu tónleika séu oft svona 11 og er hvort síðustu séu 8 eða 9 í reikningsskjöldinni. Þetta er aðeins ólíkt eftir dögum hversu margir tónleikar eru á hverjum degi núna í ár. Mjög spennandi. Kæra þakkir fyrir komuna öll. Takk fyrir okkur. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld, hlustendur og áhorfendur samstöðarinnar. Við ljúkum rauðaborðinu með þessum glaðlegu krökkum, þessari framtíð Íslands í listinni. Ég heiti Björn Þorláks. Það verður ekki rautt borð hjá okkur á morgun því þá er komið föstudagur en við verðum með beina útsendingu 4:00. Þá verður umræða fréttir og þjóðmál vikunnar undir heitinu Vikuskammtur og við fáum 4 líflega gesti í beina útsendingu og minni svo helgispjallið á laugardagsmorgunin og úrval af besta efninu okkar síðar þann dag og svo Syni Egils þjóðmála og umræðu þáttinn Syni Egils sem snýr aftur á sunnudag eftir örlítið hlé. En þetta er gott í bíli, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.